Einar, var þetta ekki bara mjög þægilegu sigur hér í kvöld? Nei, það var aldrei þægilegt að koma hingað, ég get ekki notað það orðið, en bara góðu vinnusigur þar sem að mér fannst þetta svo sem ekki verið í hættu og hafa góð tök á leiknum lang besta tíman, þannig að ég bara virkilega ánægður með hvernig við nálguðumst þennan leik, gerðum vel. Var eitthvað svona sérstakt sem að þú lagðir upp með varðandi hana bakverði sem Grindavíkur? Þeir skora, Lúis fór upp í 10 stig í lokin en saman eru þeir með einhver 16-18 stig. Já, við náttúrulega svo sem vitum sem að þetta eru báðir leikmenn sem að eru bara geta verið erfið við að eiga og þegar þeir hitna þá hitna þeir og það var náttúrulega bara skýrt að við ætluðum að halda góðri press á það allan tíman og vera með ferska fætur, við erum með marga menn og bara djöflast á þeim, en að við vitum sem bara að Grindavíkurliðið þarf mikið framlag frá þessum tveimur. Við getum að mínu viti dreift í bara betur og mér fannst ég gera það bara nokkuð vel í kvöld. Varstu ánægður með innkomu Elfars, fyrsti leikur Elfars? Já, mjög ánægður með hann, bara ég sagði það nú við einhvern fyrir leik að þetta var svona sá leikmaður sem að við hefðum ekki haft neinar áhyggjur af eins og hópurinn bara ræddi saman í vikunni að þetta er eini leikmaður sem að við vissum að myndi hafa lítið fyrir því að koma inn í þetta og þyrfti ekki að breyta inn í neinu þannig. Hann kemur náttúrulega með fullt af elementur sem við eigum í Jeb og Loga sem dæmi, hann náttúrulega kemur líka með ógnar hraða og er náttúrulega bara frábær playmaker, þannig að það dreifir álæginu og svona með við fyrsta leik og eftir 2 æfingar þá er bara mjög sátt með hann framlag. Ykkar upplegg fyrir tímabilið er væntanlega, menna krafan í Njarðvík er venjulega bara titilbarátta, það breytist væntanlega ekki með hans tilkomu? Nei, hárrétt hjá þér, ég held að við getum alveg sagt það svona, þú veist að við förum inn í veturinn með það og ég held að gerum okkur grein fyrir því að deildin er gríðarlega sterk, það er bara búið að sýna sig að þú ferð ekki neitt leik og þú veist, heldur að hlutir séu léttir og sama tíma þá svona hefur myndast smá bil á milli fyrstu 5 liðana og hinna í töflunni allavega enn sem er og já, ég meina við ætlum okkur alltaf að vera á með þessar toppliða og er engin spurning að með án Elfars sett við marki hátt en með hans innkomi erum við bara orðið breiðar og þéttari og markmið okkar hafa faktist ekkert breyst sko. Takk fyrir.